13. desember. Giljagaur komin til byggða og búin að fara skórúndin sinn. Það er að segja gefa börnum í skóin. Vonandi gleymdist enginn. Ef ykkur gleymdist þá fær Giljagaur örugglega símtal frá einhverjum foreldrum og stekkur heim til barnana og gefur þeim í skóin á meðan þau eru í skólanum. Það er líka föstudagurinn 13. sem oft hefur verið talinn óhappadagur. Svo það gæti alveg verið að eitthvað hafi klikkað hjá Giljagaur. Hann ætlar að leita að bróður sínum honum Stekkjastaur, enda eru þeir einu jólasveinarnir sem eru komnir til byggða. Hann lappar á gangstétt með fram nokkuð stóri götu en sér hvergi bróður sinn. Vúsh, heyrir hann allt í einu og það þýtur fram hjá honum skrítið hjól. Þetta er eins og gömlu hlaupahjólin, nema að þetta virðist keyra sjálft. Hvaða galdrar eru þetta nú? Loksins hittir hann bróður sinn. Stekki, kallar hann á eftir honum. Gilji, heyrir hann tilbaka. Þeir fallast í faðma og byrja að spjalla saman og skiptast á sögum. Þeir eru svo glaðir að hittast þó þeir hafi nú verið saman í jólasveinahellinum fyrir 2 dögum. Veistu í hverju ég lendi? Sagði Giljagaur og hélt áfram áður en Stekkjastaur náði að segja nei. Því auðvitað vissi Stekkjastaur ekki svarið við þessari spurningu. Ég sá töfra hlaupahjól sem keyrði sjálft. Stekkjastaur hló. Þetta er rafmagnshlaupahjól, ekki töfra hlaupahjól. Þau ganga fyrir rafmagni, ekki álfaríki. Já, ókei, sagði Giljagaur. Og meg allir nota þau? Spurði hann bróður sinn. Nei, börn yngri en 13 ára mega ekki nota þau, sagði Stekkjastaur. Við erum lengur orðnir 13 ára, eigum við að prófa þau? Spurði Giljagaur. Nei, við erum ekki með hjálma, sagði Stekkjastaur. Þurfum við þess? Spurði Giljagaur. Mér sýnist nú ekki allir vera með hjálma á þessum hjólum. Jú, börn 13-15 ára og jólasveinar eiga að vera með hjálm og auðvitað er líka miklu öruggara fyrir alla aðra að vera með hjálm, svaraði Stekkjastaur. Vúsh, heyrðist aftur og annað rafhlaupahjól þaut framhjá þeim. Hvor þremillin? Hrópar Giljagaur. Maður heyrir ekkert í þessum hjólum fyrr en þau eru komin framhjá manni. Það er eins gott að passa sig þegar maður er að ganga svo þau keyri mann ekki niður. Já, en þau sem nota þessi hjól þurfa nú líka að passa sig að keyra ekki á fótgangandi, svarar Stekkjastaur. Já, líklega er best að bæði gangandi og fólk á rafhlaupahjólum passi sig. Hversu gömul þurfa börn að vera orðin til að mega vera á rafhlaupahjóli?